Spænska veikin er búin að drepa milljónum manna og er að breiðast land allt. Yfir til þig ekki. Við erum að fara að byrja? Komdu. Já, ok, sko. Spænska veikin var að versna. Við erum í húsi það sem fólk dóu af spænsku veikinni. Já, þetta er alveg líka. Ég held þetta er eina vinnandi. Þetta er ógeðslegt. Hvernig er að hafa spænsku veikina? Fuck. Djöðl. Eiginkona mín guppar betur. Fuck, byggðaðu farið. Guð fær. Fuck, hann var lík, kraftskotin. Guð, nei, ég er hættur maður. Góðan daginn, þetta er Steinþór og við erum staddir hérna í Landspítalanum og við ætlum að tala við Samúel sem er að rannsaka spænsku veikina. Sagði eitthvað okkur frá veikinni. Já, veikin innihalda lungnabólgu og fylgja blæðingar upp úr og blóðstremur upp úr nösum og lungum. Ég veit þín, ekki. Jæja, Valdur minn, hvernig er í dag? Já. Velkomin aftur. Spænska veikin var influensufaraldur sem lagði allt á 50 milljónir manna velli víða heim árið 1918 og 1990. Íslenska þjóðin var illa búin til að takast á þessum vágest. Fjölgun íbúa hafi verið mikil í Reykjavík og húsnæði almennt lélegt. Lyf voru á mjög af skornum skammti og einnig hafði fólk ekki náð að bíta og brenna. Þegar spænska veikin barst til Íslands lagði hún þungt á íbúa suðvesturhornsins og hluta Suðurlands, Vesturlands og Vestfjarða. Veikin var hættuleg ungu fólki og var dánarhlutfall hátt í aldurshópunum 20 til 40 ára.